Í 1. Pétursbréfi 4. kafla 12. til 13. vers segir: Þér elskaðir, látið yður eigi undra eldraunina sem yfir yður komin, yður til reynslu, eins og yður hendi eitthvað kynlegt. Gleðjist heldur þér takið þátt í píslum Krists, til þess að þér einnig megi gleðjast í miklum fögnuði við opinberun dýrðar hans. Kvöld eitt gekk maður einn sem var niður beygður af mikilli sorg í garði þar sem hann tók eftir granatré sem var næstum skorið þvert gegnum stofninn. Hann spurði garðyrkjumanninn mjög undrandi hvernig stæði á þessu ásigkomulagi trésins og hann fékk svar sem veitti honum fullnægjandi skýringu á und hans eigin blæðandi hjarta. Herra, sagði garðyrkjumaðurinn, þetta tré var vant að vaxa svo mikið að það bar ekkert nema lauf. Ég neyddist til að skera það á þennan hátt og þegar næstum var búið að skera í gegnum það, fór það að bera ávöxt. Sorgir okkar spretta ekki upp úr jörðinni. Í hverri sorg hefur Guð þann tilgang að vinna að velferð okkar. Hvert áfall sem eyðir hjá Guði, hver sá atburður sem sýnir okkur beint umhyggju Guðs og veikir tak okkar á heiminum og beinir kærleika okkar af meira festu til Guðs, blessun. Sniðlunin kann að vera sársaukafull tíma, en síðar meir veitir hún friðsælan ávöxt réttlætisins. Við eigum að taka á móti hverju því með þakklæti sem lífgar samviskuna, lyftir upp hugsunum og göfgar lífið. Ávaxtarlausa greinar eru skornar af og þeim kastað í eldinn. Við skulum vera þakklátt fyrir að við getum haldið sambandi við hinn lifandi vínvið vegna hinnar sársauκafullu sniðlunar. Því við munum ríkja með Kristi ef við lifum með honum. Einmitt svo reynsla sem reynir mest á trú okkar og lætur virðast svo sem Guð hafi yfirgefið okkur, á að leiða okkur nær honum svo að við getum lagt byrðar okkar allar að fótum Krists og reynt þann frið sem hann vill gefa okkur í staðinn. Guð elskar og annast hinna veikburðustu af skepnum sínum og við getum ekki vanheiðrað hann meira en það að efa kærleika hans til okkar. Ó, ræktum þá lifandi trú sem treystir honum á stund myrkurs og reynslu. Okkur sagt að gleðjast yfir ofsóknum. Þetta erfitt að tileinka sér, því engum finnst gaman að verða fyrir misnotkun eða sársauka af neinu tagi. En sérstaklega þegar nágrannar, vinir eða vinnufélagar koma þannig fram við okkur. Engin manneskja finnst gaman að vera einangruð, hæðstað, litið framhjá, lítilsvirt, fangilsuð eða kölluð til að horfast í augu við dauðan. Þess vegna erfitt að gleðjast yfir ofsóknum. Engu að síður þetta hvatning Biblíunnar. En athugaðu að það leið til að gleðjast í ofsóknum. Hvernig? Með því að hafa augu okkar og huga að tvennu. Í fyrsta lagi, þegar við þjáumst, erum við að taka þátt í þjáningum Krists. Kristi var hafnað af mönnum vegna þess að hann lifði og boðaði réttlæti og hjálpræði Guðs. Þess vegna, þegar við þjáumst fyrir að fylgja Kristi, fyrir að lifa og boða réttlæti og hjálpræði Guðs, þjáumst við af sömu ástæðu og Kristur þjáðist. Við erum að taka þátt í þjáningum Krists. Við erum að afneita okkur sjálfum og þjáumst fyrir Guð og réttlæti hans eins og Kristur gerði. Við verðum þannig tengd honum dýpri böndum en annars væri mögulegt, fyrir fórn okkar fyrir málstað Guðs og hans dýrlega hjálpræðis. Ekki væri hægt að veita manni meiri forréttindi en að vera svo trúr Guði að hann myndi sameinast Kristi í slíkri fórn til Guðs. Það að vera svo sameinaður Kristi sem sonur Guðs sjálfs hámark forréttinda okkar og gefur okkur mikla ástæðu til að gleðjast og fagna. Við lesum í Postulasögunni 5:41. Þeir fóru burt frá ráðinu glaðir yfir því að þeir höfðu verið virtir þess að þola háðung vegna nafns Jesú. Og í síðara Korintubréfi 6:10. Hryggir en þó ávallt glaðir, fátækir en auðgum þó marga, öreigar en eigum þó allt.
Í öðru lagi, þegar við þjáumst, munum við hljóta mikla umbun þegar Kristur kemur aftur í dýrð, eða eins og við lesum í Mattheusar Guðspjalli 5. kafla 11-12. Sælir eru þér, þá menn smána yður, ofsakja og ljúga á yður öllu illu mín vegna. Verið glaðir og fagnið, því að laun yðar eru mikil á himnum. Þannig ofsóttu þeir spámennina sem voru á undan yður. Og einnig í Rómverjabréfinu 8. kafla 16-17. Sjálfur andinn vitnar með vorum anda að við erum Guðs börn, en ef við erum börn, þá erum við líka erfingjar, og þá erfingjar Guðs, en samarfar Krists, því að við líðum með honum, til þess að við einnig verðum vegsamaðir með honum. Við getum þannig huggað okkur í þjáningum okkar í þessari hugsun, að við þjáumst eins og Kristur þjáðist, og munum á lokum fá að erfa ríki Guðs með honum.